Komið sæl og velkomin í Viskubrunnin. Viskubrunnurinn er íslensk gervigreindalausn sem sérhönnuð fyrir skólastarf og kennara. Við settum saman þessa lausn þegar að gervigreindin kom í loftið fyrir rúmlega 2 árum síðan vegna þess að okkur fannst íslenski kennarar þurfa vettvang þar sem þeir getu nýtt sér gervigreindina án þess að verða sérfræðingar í henni. Við byrjum fyrst á þessari yfirferð á því að kíkja á nokkra praktíska þætti. Viskubrunnunum er stillt svona upp. Hér er forsíða og þar stendur mínar flýtileiðir. Flýtileiðirnar virka þannig að í verkfærum og aðstoðamönnum er hægt að finna stjörnur. Öll þau verkfæri sem að þú merkir með stjörnu eða aðstoðamenn koma hér á forsíðuna þína þannig að þú getur farið hratt og örugglega inn í þau verkfæri sem þú notar mest. Ef að skólinn þinn er búinn að kaupa áskrift og er með áskriftarkóða, þá virkjar þú áskriftarkóðan með því að fara hér inn og ýta á hnappinn uppi hægra megin sem ástendur nota kóða. Setur inn kóðan frá skólanum og þá ert þú komin með fulla skóla áskrift. Eitt sem er gott að gera í byrjun er að fara hér í stafinn ykkar, fara niður í upplýsingar prófíl og fylla út upplýsingarnar sem eru hér. Þessar upplýsingar nýtir gervigreindin sér til dæmis í tölvupóstsamskiptum þegar hún er að skrifa fyrir ykkur tölvupósta og svara tölvupóstum að þá veit hún hvort hún er að tala karl eða konu, karlkyn eða kvenkyn og hún veit líka nafnið þitt og atvinnuheiti og skóla. Þannig að það er mjög gott að fylla þetta út því að hún bætir þessu við í endanum á þeim tölvupóstum sem hún er að semja og svara. En kíkjum nú á hvernig viskubrunnurinn er settur upp. Fyrsta sem við skoðum eru verkfærin. Verkfærin finnið þið hér og hérna inni eru yfir 70 verkfæri og alltaf að bætast við. Við getum leitað að verkfærum með því að skrifa hérna uppi í stikkuna og hún byrjar að síja út leið og ég byrja að skrifa. Við erum líka búnir að raða verkfærunum í þessa flipa sem eru hér. Hér eru verkfæri sem tengjast kennslu, verkfæri sem tengjast kennslu áætlanagerð. Hér er fyrir leikskólan, hér er námsmat, hér eru samskipti og hér er fyrir stjórnendur. Þið takið eftir því að sum af þessum verkfærum munu þið ekki geta notað sem venjulegi notendur þar sem það þarf premium áskrift á öll verkfæri sem eru þannig merkt. En kíkjum núna á helstu verkfærin. Við förum hér yfir í samskipti og þar eru 2 verkfæri sem við ætlum að kíkja á. Annars vegar er að svara tölvupósti og það virkar þannig að ég get farið og tekið tölvupóst sem að ég hef fengið í innhólfið hjá mér. Límt tölvupóstin hérna inn og lesið og gefið gervigreindinni svarið mitt. Hún les núna póstinn og notar svarið mitt til þess að búa til faglegt og fagmannlega póst til að senda tilbaka. Þið takið eftir því að hún skrifar töluvert, en markmiðið með þessu eins og í öðrum verkfærum er að láta gervigreindina frekar gera meira heldur en minna, þar sem að auðveldara er að eyða heldur en að bæta við. Og þið takið líka eftir því að hún, þrátt fyrir að ég hafi bara svarað já, þá hefur hún lesið póstinn og skilur að það ég er búin að samþykkja það að fara að skrifa grein og þá fer hún og spyr hluti sem að ég hef gleymt, til dæmis eins og tímarammi, lengd, orðafjöldi og svo framvegis. Svo er hægt að snyrta þetta og setja yfir í tölvupóstforritið. Við erum líka með Chrome viðbót sem virkar með Gmail og það er Outlook viðbót á leiðinni
þannig að hægt sé að nýta þetta verkfæri beint inn í tölvupóstforritun ykkar. Öll verkfæri hafa síðan þessa hnappa sem eru hér. Með því að nota þennan hnapp þá vista ég þetta skjal inni í skjöl sem eru hérna neðst niður til vinstra megin. Ég get afritað efni textans, ég get hlaðið þessu niður sem Word eða ég get bætt þessu sem docs við dreifið mitt eða hreinlega eytt út póstinum. Þannig að nú skiljið þið alveg hvernig hægt að sýsla með það sem að gervigreindin býr til inn í viskubrunninum. En gervigreindin ekki bara góð í því að svara póstum á íslensku. Einn af stórum kostum við gervigreindina hvað hún kann mikið af tungumálum. Hér ég með póst á ensku. Og hér þessi aðili að spurja mig hvort ég vilji kaupa 3 ára áskrift en ég hef alltaf verið að kaupa 1 ár. Ég segi núna við gervigreindina þessi póstur á að vera á ensku og nú nóg fyrir mig að svara á íslensku. Ég vil bara kaupa 1 ár. Ég get alveg skrifað á enskunni en það tekur mig alltaf töluverðan tíma og mér finnst það alltaf verða pínu svona klossalegt og klaufarlegt að ég hef ekki búið úti. En með gervigreindinni og þessu verkfæri þá svarar hún á fullkominni ensku mjög kurteisislega að ég vilji bara kaupa 1 ár af honum Nathan og þannig ég get tekið þetta hér, afritað þetta, farið með til tölvupóstinn og sent honum svarið. Gervigreindin gerir fleira heldur en að svara tölvupósti. Hún getur líka samið fyrir ykkur tölvupóst. Hér ætla ég að láta hana semja fyrir mig bréf sem ég að senda heim. Þið takið eftir að Sigurður fór á skólalóðinni, hann fór í búð sem bannað og ég vil að foreldri ræði við drenginn. Þá fer ég og set helstu atriðin sem að fara í tölvupóstinn hérna inn. Ég skrifa nafnið á viðtakandanum og ég segi hvers slags viðtakandi þetta í þessu tilviki foreldri og svo get ég bæði breytt sköpun og tón skilaboða og í þessu tilviki ætla ég að velja cautionary. Síðan segi ég henni að skrifa þennan póst og hún gerir það fyrir mig og kemur meiri segja með rökstuðning á því að þetta sé öryggismál að nemendur sé ekki að yfirgefa skólalóðina í hádeginu. Ef ég ekki sáttur við þetta þá lítið mál að ýta bara aftur á búa til takkan og hún skrifar þá annan tölvupóst sem líklega öðruvísi orðaður heldur en sá fyrri. Svo get ég tekið þetta, farið með til póstforritið mitt og sent til viðkomandi foreldri. Í samskiptahlutanum eru líka fleiri verkfæri. Þar á meðal þetta hér sem föstudagspósturinn. Og föstudagspósturinn eitthvað sem að flestir umsjónarkennarar senda heim til foreldra í lok vikunar. Og það sem ég geri það að ég set inn í stikkorðum það helsta sem að gerðist í vikunni og þið takið eftir það gerðist ekkert í þessari viku hjá mér að viti og svo setið líka inn það sem á döfinni í næstu viku. Því meira og ítarlegra sem þið setið hér inn því betri verður föstudagspósturinn en hún samt sem áður að semja ágætis póst miðað við hvað hún fær lítið af upplýsingum frá mér. Og takið eftir því að enn og aftur erum við að stilla þessu þannig upp að gervigreindin að gera frekar meira heldur en minna og það hefur verið kvartað yfir því að þetta sé full langt hjá okkur. En það auðveldara að merkja texta og eyðunum heldur en að þurfa að bæta við þannig að þetta verður alltaf í lengri kantinu. Svo það bara fyrir ykkur að taka þennan póst og sníða hann til áður en þið sendið hann heim. Og þetta rauði þráðurinn í viskubrunninum. Við erum að horfa á þetta sem nokkurs konar aðstóðarmann fyrir ykkur. Þetta einkarittarinn ykkar. Hann vinnur fyrir ykkur svona 80% af grunnvinnunni. Þið þurfið ennþá að beita ykkar sérfræði þekkingu og þekkingu á ykkar nemendum til að taka þennan grunn sem þið eru búin að fá í hendurnar, sníða hann til og aðlaga hann að ykkar nemendum áður en þið farið að nota hann í kennslunni. En lítum á fleiri verkfæri.
Við tökum eftir því að hér til dæmis verkfæri sem heitir atvikaskráning og þetta til að skrifa ógildislaðinn texta í Mentor, til dæmis í dagbókina. Hér verkfæri til þess að vinna með hrós, sem sumir í bekkir að gera með, yngri bekkir að vinna með að setja hrósin í Mentor. Svo hef ég verkfæri sem gerir fréttir á heimasíðu, fundargerðir, þessi mjög þægilegur. Ég til dæmis þoldi ekki þegar var verið að spyrja, maður þurfti að vera ritari á kennarafundi. En með þessu þá getið þið bara skrifað inn í stikkorðum og skrifað hvaða niðurstöður voru, ef hverjir voru mættir og svo framvegis, og hún býr til fagmannlega fundargerð út frá ykkar punktum. Síðan af því að gervigreindin svona góð í tungumálum, þá erum við með 2 þýðendur hér. Annars vegar það orðaþýðandi, þar sem ég get sett inn til dæmis orðalista á íslensku og sagt skrifa bara úkraínska og hún skrifar þá bara orðalistan aftur upp á úkraínsku og svo það þýðandinn. Og þýðandinn mjög góður að því leitinu að gervigreindin hún þýðir eins og manneskja, ekki eins og vél. Nú set ég til dæmis þennan texta inn og þetta bara texti bangsa sem ég tók af Vísindavefnum og segi við hana þýddu á arabísku. Og hún tekur textan og hún þýðir hann beint yfir á arabísku, en af því að ég með ég frekar paranoiaður við þessar blessuðu þýðingavélar, að þá stilti ég þetta þannig að þegar hún búin að taka textan og þýða hann yfir á arabísku, þá á hún að þýða þýðinguna aftur yfir á íslensku. Þannig ef að þessi texti hér og upprunalegi textinn hafa sama inntak, þá getið þið verið þokkalega viss það að þessi hér sé réttur. Svo lítið mál ef ég með nemendur með fleiri þjóðernum að segja síðan þýtt yfir á pólsku, þýtt yfir á spænsku, þýtt yfir á úkraínsku og svo framvegis. Og hún gerir það bara eitt fyrir á bingo og eins og alltaf tekur svo þýðinguna og þýðir hana aftur yfir á íslensku. Og þetta verkfæri mjög öflugt og gott. Við erum alltaf að setja ný verkfæri. Við fáum fjölda fyrirspurna frá kennurum sem að spyrja hvort hægt sé að hjálpa til með þetta og hitt og að sjálfsögðu reynum við að verða við því og bæta við verkfærum. Ef að þið viljið koma með fyrirspurnir þá hérna neðst niðri vinstra megin þar sem stendur ábendingar. Hægt að fylla út formsskjal og spyrja hvort að hægt sé að smíða þetta eða hitt fyrir ykkur. Kíkjum á aðeins meira. Hér verkfæri undir námsmat sem heitir lesskilningur. Þetta verkfæri til dæmis hugsað fyrir nemendur sem að ströggla með lesturinn. Við vitum alveg að ef að nemandi fær að lesa efni sem hann hefur áhuga á, þá leggur sig meira fram við lesturinn. Þetta verkfæri hannað til þess. Þetta ekki endilega hannað til þess að búa til lestrarsögur fyrir allan bekkinn, en fyrir nemendur sem að ströggla með lestur. Ég get farið hér inn og sagt, ég með 10 ára nemanda, þú átt að gera saga stelpu sem fer á handboltamót á Selfossi. Segjum hann að vera cirka 200 orð, stuttur texti og svo 2 fjölvalds spurningar. Og það sem gervigreindin gerir núna það að hún semur sögu í þessu tilviki hana Sóleyju sem að fara á handboltamót á Selfossi. Í lokin kemur hún síðan með spurningar og merkir réttu spurninguna með stjörnu til að æfa lesskilningin. Við kveðjum verkfærin aðeins í bili. Við erum með aðstofamenn líka. Aðstofamennir sérhönnuð spjallmenni sem að spyrja þig spurninga og koma svo með ráðgjöf eða hugmyndir eða útfærslur að til dæmis kennslu. Við sjáum hérna að ég með hér aðstoð við útikennslu og þið getið sagt ég að fara með 12 ára krakka út í skó og langar að blanda saman og langar að æfa margföldun. Að þá kemur hún með hugmyndir hvernig þú blandar saman útikennslu við margföldun. Hér getið þið fengið ráð við aga og bekkjastjórnun. Hér koma 3 bara opnir spjallgluggar eins og Claude, Gemini og ChatGPT 5.
og þú getur spjalla við þá allt á milli himins og jarðar og fengið ráð og upplýsingar. Og síðan erum við með hér einstaklingsmiðað nám, sumir þeirra eru bara fyrir stjórnendur eins og þið sjáið, endurgjöf og námsmat, flókin foreldrasamskipti, þessi mjög gagnlegur ef þið eru með flókin foreldrasamskipti. Hér getið þið farið og sagt og hann spyr ykkur, það að fara að hringja, það að fara að senda tölvupóst, það að fara að tala við foreldri augliti til auglitis og svo spyr hann út í hvað sé vandamálið, hvað sé búið að gera og þið getið meiri sér beðan að koma með handrit ef þið að fara að hringja. Hegðun og atferli, þannig að þið sjáu að við erum með yfir 20 aðstofamenn sem þið getið nýtt ykkur. Hér til dæmis kveikjugerðarmaðurinn sem mjög vinsæll þegar við erum að undirbúa næsta dag. Hér fer ég og til dæmis spyr, mér vantar aðstoð við að kenna 12 ára nemendum Pýþagórasarregluna og þá kemur verkfærið með 12 til 20 mismunandi kveikjur og þið getið síðan tekið eina kveikjuna og beðið hana að útfæra þetta nánar ef þið ætlið að nýta ykkur hana. Þannig að aðstofamennirnir eru mjög gagnlegir af því að oft á tíðum getum við til dæmis ekkert verið að bíða eftir einhverri sérfræði aðstoð, heldur við þurfum ráð núna strax og þá hvet ég ykkur til að nýta aðstofamennina. Við erum líka með fullt af sérhæfðum verkfærum. Hér til dæmis verkfæri sem að les yfir texta. Ef þið eruð ekki viss stafsetningu á efni sem þið að senda frá okkur, þá getið þið límt textan yfir og þetta ekkert fancy, hann bara les textan og skrifar hann upp á nýtt leiðréttan. Þannig að þetta minnkar líkurnar á því að vera að senda frá sér stafsendingavillur. Við erum með myndasköpun fyrir nokkrum vikum síðan, þá vorum við með DALL-E gervigreindar myndasköpunin og þið sjáuð alveg að það sér það hver heilvita maður að þetta mynd sem búin til að gervigreind. Við erum búin að uppfæra myndasmiðin okkar og núna erum við komið með nýjastu útgáfuna af ChatGPT myndasmiðnum og þið sjáuð núna að það hægt að fara að vinna með texta, myndirnar eru orðnar eiginlega fullkomnar, þannig að hér hægt að fara og biðja hvaða mynd sem sem að þið eru að leita eftir og vantar að nota í stað þess að þurfa að leita á netinu og jafnvel að taka eitthvað sem höfundarétta varið. Hér verkfæri sem heitir hæfnikvarðinn. Þetta verkfæri tekur hæfniviðmið í sundur, þannig að þið getið séð hvernig hægt að meta viðkomandi hæfniviðmið. Hér verkfæri sem heitir ritunargreining og ritunargreiningin þannig að hún byggir á ritunarrammanu sem MMS gaf út í vor. Hún náttúrulega eingöngu fyrir rafræna ritun en við getum farið hér inn og þar veljið hvort þetta saga, fræðitext eða rökfærsla. Þið veljið þrepið sem aldurinn, límið inn textan og ítið og senda inn og hún greinir textan út frá þrepunum og hún kemur síðan með alltaf líka leiðsagnamat fyrir viðkomandi nemanda. Eins og hér sjáum við dæmi að hún kemur með á góðri leið og ég get alltaf breytt einkunninni og lagað textan áður en ég samþykkja. Munið, þetta aðstofamaður, hún vinnur fyrir ykkur forvinnuna og þið getið svo haldið áfram og klárað. Og þið takið eftir því að hún einmitt að koma alltaf með tillögur til að bæta ritunina inn í þetta. Þetta verkfæri fannst okkur það öflugt að við ákváðum að útfæra það betur, þannig að núna hægt að setja inn ensku ritun, dönsku ritun og svo ykkar eigin ritun. Og hér get ég hlaðið upp matskvarða, í raun og veru get ég bara sett inn verkefnalýsinguna mína á verkefninu sem ég var að leggja fyrir nemendur og hún vistar það, síðan fer ég hér í greina verk nemenda, vel matskvarðan minn, seti nafnið, lími inn verkefnið og hún les saman verkefnislýsinguna og vinnu nemandans og kemur með
grunn að námsmati fyrir það. Það er ritunargreiningin. Matsvefjan okkar til þess að tengja hæfniviðmið við verkefni sem þið eruð að leggja fyrir nemendur. Hún virkar þannig að ég fer og vel með námsgrein, flokkinn og svo aldurinn. Og í þessu tilviki þá ég að hugsa til dæmis bókakynningu úr englum alheimsins á unglingastigi. Og ég get til dæmis, ég myndi skrifa það hér, ég myndi velja mér hvaða hæfniviðmið ég ætla að nota og að nemandi geti flutt mál sitt. Ég get líka samþætt við aðra greinar. Ég get til dæmis farið hérna að valið lykilhæfni og tjáningu og miðlun og sagt ég vil að nemandi geti líka valið og fjölbreyttum leiðum til miðlunar. Og síðan myndi ég bara íta á búa til og hún býr til, sjáu þið eins og hér, verkefnislýsingu, undirbúningur kennara, verkefnislýsing fyrir kennaran, kennsluáætlun, leiðbeiningar námsmat og svo úrræði og aðlögun fyrir nemendur sem til dæmis þurfa meiri áskorun eða sem að þurfa meiri stuðning og jafnvel kemur hún með í þessu tilviki aðlögun fyrir nemendur með kvíða. Þetta geti síðan tekið þessa verkefnislýsingu og sótt sem Word eða bætt við Drive og unnið áfram með í kennslustundinni eða þegar ég að leggja fyrir og meta verkefnið. Síðan eru komin 3 ný verkfæri. Fyrsta prófagerð og þetta Google Forms. Og það sem hún gerir, og þetta þarf ekki endilega að vera próf, þetta geta verið verkefni, en ég fer hér í að búa til Google Forms. Ég get límt inn textan eða PDF-skjalið og við mælum alltaf með því að þið séu ekki að setja inn heilar bækur hér, heldur í mestalagi 1 kafla. Þið geti gert Ctrl+P og save as PDF og valið blaðsíður til þess að búa til PDF úr og vista þá kaflan og sett hann hérna upp. En ég ætla að sýna ykkur aðeins hvernig þetta myndi virka og þetta myndi virka þannig að ég sæki til dæmis hérna kafla sem heitir Allt úr einhverju úr auðvitabókinni, fer áfram í valkosti og hér inni get ég valið hvað viltu marga krossa, stuttar, ritgerar og svo framvegis. Og ég myndi velja mér cirka bát eitthvað svona og síðan myndi ég fara og segja þetta fyrir 12-13 ára nemendur, það miðlungserfiðleikastig og prófið á að vera á ákveðnu tungumáli þannig að þið geti sett inn dönsku kafla, ensku kafla og haft prófið á dönsku eða ensku eða jafnvel bara á tungumáli barnsins ef þið eru með ísatnemendur. Þið geti sett inn sérsniðna leiðbeiningar, þurfið ekki að gera það og svo ítið þið bara á búa til próf. Hún býr til fyrir ykkur próf. Það poppar upp gluggi þar sem að þið geti breytt spurningunum og eitt þeim og að lokum fáið þið síðan Google Forms próf og það sem svo flott við þetta að hún búin að setja inn réttasvarið fyrir ykkur, stigin á prófinu og það kemur líka feedback fyrir nemendur. Þegar þeir eru búnir eða þegar þeir fá einkunnina tilbaka að þá kemur rétt eða rangt og af hverju. Þannig að þetta verður mjög ánægð með þetta verkfæri. Síðan bjuggum við til þetta verkfæri hér sem heitir verkefnasmiður og þetta verkefni tengist aðalnámskrá og hæfniviðmiðum ásamt fleiri þáttum og virkar þannig að ég fer hér og geri búa til nýtt verkefni. Ég vel með námsgrein og flokk. Ég vel aldur og tegund verkefnis og svo hversu langan tíma það á að taka og hún tekur alveg getur tekið 2-3 mínútur að búa til verkefni því að ég vil að hún geri þetta vel og leggi mikla áherslu á einmitt námsmatið. Þannig að hér get ég farið og sett inn til dæmis nemendur setja sig í spor jafnaldra sinna sem voru uppi fyrir 100 árum og lýsa degi í lífi þeirra. Og svo myndi ég bara íta á búa til verkefni og verkefni myndi þá koma hér og þar tekur hún inn hæfniviðmið, mælanleg námsmarkmið, tengsl við grunnþætti, svo kemur framkvæmda áætlun og þið takið eftir 6 blaðsíður og tæplega 900 orð og eins og ég sagði áður, við gerum frekar meira heldur en minna því það auðveldara að eyða heldur en að bæta við.
Hún leggur mikið upp úr námsmati, kemur matsaðferðir, tilbúin matsblöð, hún kemur sjálfsmat fyrir nemendur, hún kemur endurgjafarleiðbeiningar fyrir ykkur og svo koma hérna efniviðurinn, kennaraleiðbeiningar, tilbúin blöð, hún býr til verkefnablöð sem þið getið afritað og látið nemendur fá og síðan fáið þið sem sagt út úr þessu verkfæri alveg ofboðslega ítarlega áætlun hvernig þið getið lagt fyrir verkefnið, unnið verkefnið og metið verkefnið. Við erum mjög stoltir af þessu verkfæri. Nýjasta verkfærið okkar heitir aðlögun og við bjuggum til þetta verkfæri vegna þess að við vitum að kennarar þurfa að eyða sífellt meiri tíma í að aðlaga námsefni. Og oft á tíðum þrautalendingin svo að við erum að sækja jafnvel bækur sem að yngri nemendur að nota og þá erum við náttúrulega komin með nemanda eða nemendur í bekkin sem eru jafnvel ekki að vinna alveg að sama efni og jafnaldrarnir. Þess vegna bjuggum við til þetta aðlögunarverkfæri og það virkar þannig að ég get skrifa bara efnisatriði eins og til dæmis Golfstraumurinn á Ísland eða límt texta, kafla úr bókinni eða hlaðið upp PDF kafla úr bókinni. Þetta geta verið nokkrar blaðsíður, þetta geta verið heill kafli. Því meira efni sem þið setjið hérna inn því erfiðara og verra verður það sem þið fáið út. Þannig að við mælum með því eins og áðan ekki vera að fara mikið upp fyrir eitt kafla. Gera frekar fleiri heldur en færri. Síðan setjið inn aldurinn á nemandanum. Ég get valið með tungumál ef ég með og látið sem sagt koma með einföldun á tungumáli, móðumáli nemandans og svo vel ég mér einföldunar stig hér. Ýti síðan á búa til aðlagað efni og það sem að hún gerir núna að hún kemur með aðlagað efni, til dæmis hérna allt úr einhverju og þið sjáið að hún búin að stytta textan og einfaldan, hún kemur með spurningar, hún kemur með verkefni, hún kemur með orðskýringar og tekur hvern einasta hlut úr kaflanum fyrir og fjallar hann ásamt því að koma með orðabanka hérna í restina. Það sem þið þurfið að gera núna að taka þetta sem Word eða Docs, stækka letrið, bæta við línum til að svara, setja inn myndir og prenta út og þá eru þið komin með verkefnahefti fyrir nemendur sem þurfa aðlögun en samt sem áður þannig að nemendurnir geta verið að vinna í sama námsefni og jafnaldrarnir og eru þá til dæmis gjaldgengir í hópavinnu og umræður og annað. Þannig að við erum mjög ánægðir með þetta verkfæri. Við tókum okkur líka til og bættum við verkfærið þetta hér sem heitir orðskýringar. Þetta hugsað til að nota með öllum bekknum og það alltaf verið að tala að orðaforði nemenda sé alltaf að minnka og þau þekki færri og færri orð. Það það sem þetta verkfæri á að hjálpa til við. Að stemma stigu við þeirri þróun. Þetta verkfæri virkar þannig að ég get eins og áðan hlaðið inn textanum, linktextan eða hlaðið upp PDF eða textaskjali og við mælum með því náttúrulega að þið notið það sem þið eru að gera til dæmis í þessum tíma. Nú erum við að fara að vinna með þessar 4 blaðsíður, við ætlum að gera það í þessari kennslustund, setja þær hérna inn, velja aldurinn á nemandanum og ýta á búa til orðskýringar. Það sem að gerist núna það að gervigreindin les kaflann og ber saman við aldur nemandans og ályktar hvaða orða eru sem nemandinn mögulega skilur ekki en þarf að skilja til að geta skilið innihald textans sem hann að lesa. Og býr þá til orðalista, sjáu þið. Til dæmis í þessu sem við tókum hér þetta 2 blaðsíður úr orðspor tárbros og takkaskó og það ekkert margir nemendur kannski á miðstigi sem vita hvað þetta þýðir, að vera opinmyndur. En með því að fara með efnið hér í gegn áður en þið farið með það inn í bekk, að þá getið þið fjallað og aukið við orðaforða nemenda. Þetta virkar líka þannig að ég get sett inn texta á dönsku eða ensku og hún þýðir hann yfir á íslensku og útskýrir hvað orðið þýðir. Þannig að þetta hérna svona það sem þessi stóru verkfæri að gera. Það eru svo fleiri verkfæri á leiðinni þannig að við erum alltaf að bæta við.
Ég ætla aðeins að kíkja hérna á eitt nýjasta verkfæri sem við byggum til inn í litlu verkfærunum. Og það var búið til hérna inn í námsmat. Hér inni eru nokkur verkfæri, til dæmis til að hjálpa ykkur með umsagnir. Ég lenti alltaf í því þegar ég var að kenna að umsagnirnar mína fór alltaf að hljóma eins. Þannig að hér er verkfæri sem býr til fyrir þig 5 mismunandi orðaðar umsagnir út frá því sem þið fyllið upp hérna vinstra megin. Til dæmis hér er nemandi sem er jákvæður en getur meira en hann sýnir í stærðfræði og þá býr hún til 5 mismunandi útfærslur af sömu umsögninni sem ég get svo tekið það sem ég líst best á og notað. Við erum líka með hérna í námsmatinu rúbrikskvarða og hér get ég til dæmis farið og sagt bara ég er að búa til, nemendur taka viðtal við afa og ömmu og flytja kynningu hvernig lífið var í þeirra æsku og segja svo bara íslenska, viltu bókstafi, tölur eða tákn og hver er aldurinn og gervigreindin býr til rúbrikskvarða sjáið þið. Og þetta gerur hún hratt og örugglega og ég bað til dæmis bókstafi í þessum kvarða en ég bað tákn í þessum hér og hún gerir þetta bara 1, 2 og bingo og gerir þetta mjög vel. Og þetta er síðan hægt að nota í námsmatinu því það er rosalega gott að meta með matskvörðum. Við bættum líka við inn í námsmatið að hér er sem sagt rúbriks fyrir Classroom og ég get semst núna farið og sett inn verkefnalýsinguna mína á verkefninu sem ég ætla að leggja fyrir í Classroom. Hún býr til kvarða sem er 5, 4, 3, 2, 1 sem er Google Classroom formatið. Ég get ítt hérna á svartatakkan og sótt þetta og farið svo inn í Google Classroom og hlaðið þessum ramma inn í Classroom. Og þið getið, eins og ég búin að segja ykkur, að þið getið semst hort á leiðbeiningarnar hérna því að öll verkfærin eru með YouTube hlekk. En þetta er svona viskubrunnurinn á nokkrum mínútum og við vonum innilega að þið nýtið ykkur þetta frábæra verkfæri og skoðið hvernig viskubrunnurinn getur hjálpað ykkur að fá meiri tíma og geta gert, heildstæðari og stærri verkefni til að leggja fyrir og vinna með nemendum. Og enn og aftur ef það er eitthvað sem að þið sjáið að vantar að þá erum að gera að fara hérna niður í ábendingar og senda á okkur og við reynum að sjá til hvort við getum ekki búið það til handa ykkur. En ég vona bara innilega að þetta framtak okkar eigi eftir að hjálpa ykkur í starfi. Takk fyrir.